Þrýstingsár náttúrulega það sem við köllum leigusár í gamla daga og þetta er eitthvað sem hefur verið viðloðandi náttúrulega hjúkrun síðan að við fórum að hjúkra fólki og tengist oftast hreyfiskertu fólki, mikið veiku fólki geta reyndar allir fengið þrýstingsár. Það var ákveðið á Landspítalanum að innleiða HAMUR-verkfærið. HAMUR er það sem er evidence-based gagnreynd care bundle, ekki alveg íslenska orðið yfir það. Þetta er svona aðferðafræði sem hefur reynst vel erlendis og er ættleitt svolítið frá Bretlandi. HAMUR gengur út á 5 þætti. Það eru þessi stafir sem mynda orðið HAMUR. H fyrir hreyfing, A fyrir að athuga húð, M fyrir mat og næringu, U fyrir undirlag og R fyrir raka í húð. Það hefur sýnt fram á það að ef við notum þessa þætti og skoðum vel þessa þætti og vinnum með þá í okkar hjúkrun, að þá getum við fyrirbyggt þrýstingsár. Á Landspítala hafa verið gerðar gæðakannir fyrir 2 árum og svo núna nýlega og erum að vinna úr henni og koma niðurstöður. Fyrstu niðurstöður benda til að það sé svipuð tíðni þrýstingsára á Landspítala og fyrir 2 árum. Þrýstingsár geta verið roðablettur upp í það að vera sár inn að beini og vöðva. Og það segir sig sjálft að sár sem er mjög djúpt eða bara sár yfir höfuð er kvalafullt og það eykur líkur tíðningum á sýkingum, það kostar mikinn pening, lengri legu og annað og þetta er allt það sem við erum að reyna að fækka. HAMUR aðferðafræðin er það sem við erum að innleiða. Hluti af því var náttúrulega að halda þannig upp á alþjóðlegan dag þrýstingsáravarna sem var 21. nóvember síðastliðinn og þar vorum við með fræðsludagskrá þar sem við vorum með lítil fræðslu erindi eitthvað sem tengist þrýstingsáravörnum og jafnframt vorum við með í hringsal þar sem vorum að kynna frumniðurstöður af könnuninni sem við erum nýlega búin að leggja fyrir. Það er margt framundan í þrýstingsáravörnum. Við erum að skoða búnað, við erum að skoða dýnur og ýmislegt hvað vantar til að bæta þrýstingsáravarnir. Við erum að skoða skráningu, við erum að fara yfir verklag, nýju gæðaskjölin sem var verið að gefa út. Þetta er búið til fræðsluefni fyrir sjúklinga, starfsmenn og ásamt fleiru. Það er margt framundan næstu vikur og mánuði.